Sæl. Mér skilst við ætlum að vera í beinni útsendingu þannig að þið kannski gefið mér merki ef að þið eru tilbúin að hefja útsendinguna. Ég sé hér þumal á lofti þannig að ég segi bara aftur, komið öll blessuð og sæl, bæði þið sem eru hér í ráðuneytinu og þið sem eru að fylgjast með í beinu streymi. Ég vil byrja á því að segja að umhverfis- og loftslagsmálin eru eitt af forgangsverkefnum ríkisstjórnarinnar, hafa verið í stjórnarsáttmála frá árinu 2017 og svo aftur árið 2021 og við höfum markað nokkuð sterk spor í stjórnmálasögunni með því að setja þennan málaflokk mjög rækilega á dagskrá. Fyrsta aðgerðaáætlun ríkisstjórnarinnar kom fram árið 2020 og var á þeim tíma álitin þó nokkuð metnaðarfull en það hefur staðið yfir síðastliðin 2 ár. Endurskoðun á henni sem að við ætlum hér að kynna í dag. En hér á eftir mun umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra kynna þessa uppfærðu metnaðarfullu aðgerðaáætlun í loftslagsmálum. En við skulum hafa í huga að þó hér verði kynntar nýjar aðgerðir, þá það svo sem engin nýmæli að við Íslendingar líkt og vina- og nágrannaþjóðir okkar undirgöngumst skuldbindingar í loftslagsmálum. Ísland hefur í meira en 3 áratugi eða frá árinu 1992 tekið þátt í alþjóðasamstarfi á þessu málefnasviði og þar grunnurinn að alþjóðasamstarfinu rammasamningur Sameinuðu þjóðanna og grundvöllur allra okkar skuldbindinga. Þessi rammasamningur hefur fengið uppfærslur og ég ætla nú ekki að vera með mjög langt mál hér alla þá sögu en margir þekkja áfanga sem hafa verið undirritaðir eins og frá árinu 1997, fyrsta Kyoto-bókunin, Kyoto-bókun nr. 2 var undirrituð 2012 og svo Parísarsamkomulagið frá 2015 og Alþingi tók síðan hverja þessara bókana til meðferðar og samþykktar í kjölfarið. En eins og ég gat áðan, þá fyrsta aðgerðaáætlun stjórnvalda frá árinu 2020. Og nú erum við að sjá afrakstur þeirra vinnu sem að staðið hefur yfir síðastliðin 2 ár við að uppfæra þessa aðgerðaáætlun og mér langar til þess að nefna það sérstaklega og hrósa þeim sem hafa staðið að þessari vinnu, hversu vel hefur tekist til við samstarf við hina ýmsu geira í samfélaginu sem að hljóta ávallt að þurfa að koma að málum. Breytingar í þessu málaflokki munu ekki gerast innan veggja stjórnarráðsins af sjálfu sér og ekki heldur eingöngu í stofnunum stjórnarráðsins, heldur það þetta mikilvæga samstarf við alla geira samfélagsins. Og ég vil taka sérstaklega þá út hversu náið hefur verið unnið með atvinnulífinu til þess að skilgreina markmið og möguleika getu hvers geira til þess að minnka losun. Þetta held ég að muni verða mjög ljóst af aðgerðaáætluninni hérna eftir með myndrænum hætti, hvernig við höfum kortlagt tækifæri okkar möguleika til þess að draga úr losun á ólíkum sviðum. Samstarf við atvinnulífið algjört grundvallaratriði til að vel gangi. Samstarfið þar lykilhugtakið, samstarf, samvinna, samtal, þannig viljum við vinna þetta, ekki bara koma með boð og bönn. Við höfum ekki trú á því að það muni skila okkur á leiðarenda í þessum efnum. Þetta ferli sem hefur tekið talsverðan tíma og afraksturinn eins og kemur fram hér á eftir talsvert mikil fjölgun aðgerða. Við vorum með 50 aðgerðir í upphaflegu áætluninni og aðeins að segja meira, þá hygg ég að ráðherrann muni kynna hér töluvert mikla fjölgun og ég vek athygli á því hversu gríðarlega mikil fjölgun að verða í aðgerðum á ólíkum sviðum. Nú, við skulum líka nota þetta tilefni hér í dag til þess að minna okkur á hversu Ísland í sérstakri stöðu, alveg einstakri, þegar kemur að tækifærum til grænnar orkuframleiðslu. Og með því að nýta þau tækifæri þá getum við sett mark okkar á loftslagsmálin langt út fyrir landamæri Íslands og metnaður okkar á ekki að standa til neins minna en þess í þessu málaflokki eins og mörgu öðru.
Nú, svo mörg voru mín orð hér við upphafið. Þessi aðgerðaáætlun hefur verið rædd í ríkisstjórn, var á dagskrá fundar okkar í morgun og ég veit að þið eru jafn spennt og ég að fá síðan hina formlegu kynningu frá ráðherranum. Gjörðu svo vel, Guðlaugur Þór, og svo koma aðrir ráðherrar hér í kjölfarið. Takk forsætisráðherra og aðrir ráðherrar og góði gestir. Þetta er svolítið stór stund fyrir það fólk sem er búið að vinna þessum hörðum höndum sem að væri ekki hægt að telja upp vegna þess að það er svo margir sem er búin að koma að þessu. Það er náttúrulega hér í ráðuneytinu hefur verið mjög öflugur hópur sem að unnið í 2 ár að þessu og fengum til aðstoðar eins og forsætisráðherra vísaði hér til að þá erum við að vinna þetta í þessu nána samstarfi við alla geira atvinnulífsins og það hljóma kannski lítið en það er bara mjög mikið og það er líka þannig að við erum ekki vön að vinna svona. Þetta hefur aldrei verið gert svona áður en við vorum ekki að finna upp hjólið, heldur tókum við upp vinnulag sem að aðrar þjóðir hafa viðhaft og það er mín von að við höldum áfram að gera þetta með þessum hætti. Og við fengum til liðs við okkur Ragnheiði Björk Halldórsdóttir sem einmitt hafi unnið að þessum málum í Þýskalandi ef ég man rétt vegna þess að það er ekki okkar markmið að finna upp hjólið en það er hins vegar markmið að ná árangri og miða þessa aðgerðaáætlun við íslenskar aðstæður þar sem við erum með það í huga og við þurfum alltaf að líta til samkeppnishæfni landsins og atvinnulífsins og bæði nýta þau tækifæri sem við eigum sem aðrir hafa ekki en sömuleiðis að þá þurfum við að stundum er það þannig að hlutir eru snúnari fyrir okkur heldur en ýmsa aðra. En ég ætla að reyna að fara hratt í gegnum þetta og síðan getum við spjalla við fjölmiðlamenn hérna á eftir og þetta verður síðan á samráðsgátt í 2 mánuði. Það er ekki verið að reyna að keyra þetta hratt í gegn þannig að fólk hafi lítinn tíma þvert á móti. Það er búið að opna heimasíður sem er co2.is. Þar geta allir landsmenn, allir hagaðilar, allir fara inn á þetta og skoðað og komið sín sjónarmið og fá góða tími, 2 mánuði. Það er auðvitað, held ég, besta leiðin að það bara fái allir að koma að þessu. Því ef maður ætla að taka út einstaka aðila, þá væri það langur listi því að þetta er eitthvað sem kemur öllum við. En hérna er síðan bara aðeins svona sagan svona línulega, þar að segja frá 2018 og ég ætla ekki að dvelja við það en síðan var það þannig að hér er kannski það sem að skiptir mestu máli og það er það sem er kölluð það þetta eru 3 bókhaldskerfi og ég fer aðeins í það á eftir að þetta er þar sem að við þurfum að hafa mest augun á og það er þessi svokallaða samfélagslosun, þetta er búin að heita ýmsum nöfnum en ég held að það sé ágætis hugtak og við erum að hafa það í huga þegar við erum að bera okkur saman hvað árangri við höfum náð að þá erum við að keppa við okkar eigin velgengni. Árið 2005 þá voru við Íslingar 300.000. Við vorum með 300.000 ferðamenn. Við erum búin að fjölga hraðar heldur flestar aðra þjóðir, er núna 400.000 og sömuleiðis að þá erum við komið vel hátt á 3 milljón ferðamanna. Og það er auðvitað margföld umsvif í efnahagslífinu. Og það er bara rétt að hafa það í huga að á þessum tíma þá hefur losun minnkað 30% á hvern einstakling frá árinu 2005. Og það er umtalsverður árangur. Og síðan er bara því að hér var nefnt hvað margir komur aðeins og mikið nefnt atvinnulíf en það var svo sannarlega ekki bara atvinnulíf. Þetta er samvinna gríðarlega margra aðila. Margra ráðuneyta, svo sannarlega verðum við alltaf og við höfum haft sveitarfélögin þétt með okkur. Það gerist í rauninni ekkert á þess að sveitarfélögin komi að því og ég held að þetta sé leiðin til að vinna og það er að fá alla að borðinu þannig að það er engin einn sem á allar þessar aðgerðir sem þarna eru mjög langt frá. Það er ekki eitt ráðuneyti, ekki einn einstaklingur, ekki einn stjórnmálamaður. Þetta er samvinna margra og það er svona skynsamlega leiðin og aftur síðan fer þetta núna í þetta samráð og það er algjörlega verður samráðið fram til 14. ágúst. Þannig að það hafa allir aðilar sem áhuga á því
góðan tíma til að skoða þetta og koma með sín sjónarmið. En bak við þetta eru fjölmargar vinnustofur og ég kannski sé svolítið eftir að við hefum ekki sett niður alla þá einstaklingar sem komið þessu en það var ansi há tala sem að ef við færum þá leiðina en það er kannski ekki aðalatriðið. En síðan það bara þannig að þetta tengist líka svo ofsalega mörgum þáttum og þetta ágætis glæra til að sýna fram á ýmsu tengingar. Þetta frá mannvirkjum, matvæli, við þurfum alltaf að líta til réttláta umskipta, hvað eru réttláta umskipti? Þá bara hugsunin svo að það sé engin þjóðfélagshópur, einn þjóðfélagshópur sem þurfa að bera allan, getum við sagt, annarkvort kostnaðin eða þungana þessu. Það er ekki uppleggi í þessu frekar neinum öðrum sem að vinna þessi mál. Og þegar það gengur illa, að þá verða líka viðbrögð og við sáum það til dæmis í gulu vestunum í Frakklandi, við sjáum bændur í Hollandi að ef þú ætlar að leggja of mikla byrðar á einhver aðila þá eðlilega koma viðbrögð. Það gerir málið kannski eitthvað aðeins flóknara en samt sem áður það eina leiðin til að nálgast þetta. Síðan eru ýmsir hlutir, kolefnismarkaður eitt sem svolítið nýlunda fyrir okkur en getur hjálpað okkur á ýmsum sviðum og við erum með sérstakann hóp sem nú við munum kynna niðurstöðu hans á næstu vikum eða á haustmánuðum sem hefur verið að skoða það sérstaklega. Nú, forsætisráðherra hitta upp varðandi fjöldan, þetta eru 150 aðgerðir. Auðvitað aðgerð sem segir ekki allt, við getum ekki sagt að þetta sé að þrefaldast í umfangi við, það er ekki aðalatriði. Aðalatriði þetta að fjöldin tilkomið vegna þess að menn að fara meira á dýptina þegar kemur að framkvæmdinni. Það sé betur skilgreint hvað við ætlum að gera og það sé mælanlegt hverju það skilar. Þetta hið fullkona plagg þannig að við séum þetta allt mælanlegt? Nei, við erum ekki komið þangað. Ég veit ekki hvort við komumst einhvers staðar þangað, en það er engin vafi að við erum komið miklu lengra. Og núna þessi aðgerðaáætlun tækið til að taka ákvarðanir og síðan mun margt hjálpa okkur á leiðinni. Við erum að setja þarna inn hluti sem með bestu mögulegu upplýsingum, raunsætt en síðan vonustu þetta til þess og erum samfærum að það gerist að við munum bæta við aðgerðum, við munum breyta aðgerðum, tækniþróun mun hjálpa okkur en við erum ekki að skrifa út það einhverja væntingar það sem aðgerða að það breytist einhver tækni sem hjálpa okkur innan á næstu árum. En það mun gerast, ég get alveg, ég er engin Nostradamus þegar ég segi það að tækni mun hjálpa okkur og nýsköpun sem grunnurinn að þessu öllu saman. Síðan sjáum ég hérna varðandi ráðuneytin, hvernig þetta skiptist og þó svo að þetta sé að stórum hluta hjá umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytinu að þá eru önnur ráðuneyti hér með mjög mikilvæga pósta og aftur þetta verkefni margra, ekki einna ríkisstjórnar eins þings heldur þetta verkefni allra þjóðarinnar. Síðan það hér að þetta bókhaldskerfi sem ég sagði einhver tíma að mig dreymdi allir myndu þekkja. En ef við ætlum að taka málefnalega umræðu loftslagsmálin og hvað við erum að gera, hverju það á að skila, að þá verðum við að þekkja það. Hérna það sem fjærst mér að það þessi samfélagslosun sem við þurfum að mesta augun á vegna þess að við þurfum að ná þá samkvæmt okkar skuldbindingum 40–41% minnkun frá 2005 og þarna tilgreint og ég fer betur í það hvað það Síðan LULUCF sem landnotkun og skógrækt og loftslagsdeginum daginn þar sem frábært fólk tókst nú mjög auðveldlega að gera mjög mikið grín að þessu nafni LULUCF en ég ætla ekki að bæta í það en þetta allavega ekki mjög íslenskt hvað sem því líður að þá stórt verk að vinna þarna. Þetta samt öðruvísi heldur en í hinni flokkarnir sem manngerð losun, þetta náttúruleg losun og ég ætla ekki að segja það að við gefum neina áhyggjur af þessu, ég er ekki að segja það, en hins vegar þetta kannski auðveldara og einfaldara verkefni heldur en bæði það sem í samfélagslosuninni og síðan það sem ETS sem og LULUCF og ETS sem viðskiptakerfi ESB, þar erum við að vinna með hinum EES-löndunum og í ETS staðbundinn iðnaður, flug og flugvellir og sjóflutningar með öðrum orðum, bara stóriðjan, millilandasiglingarnar og millilandaflugið og það hugsunin svo að hvert fyrirtæki fyrir sig að keppa á jafnræðisgrundvelli við önnur fyrirtæki innan EES og það gengur vel í ETS og þó svo getur við aukning á Íslandi þá þýðir það innan ETS-kerfisins og þá heildarlosun aukist, það þýðir það ekki okkur gangi illa og eina skipti sem ETS við farið niður í okkur það var þegar að WOW lagði upp laupana en það breytti ekkert fyrir ETS-kerfið í heild sinni.
En grunnurinn að þessu eru náttúrulega gegnum allt saman eru þessir þverfaglu þættir. Það eru fjárhagslegi hvati umskipta og samfélagshvati umskipta og síðan er náttúrulega gegnum gangandi alstaðar að þá erum við að gera nákvæmlega sama á allar aðrar þjóðir. Því ef við ætlum að einfalda loftslagsmálin bara í einni setningu þá snýst þetta það. Við erum að taka út jarðefnaeldsneyti og við erum að setja græna orku í staðinn. Það er svona bara langstærsti hlutin þó mjög margt annað komið til greina. Og það eru allar þjóðir sem við berum okkur saman við og líka þær sem við berum okkur ekki saman við sem að vinna að einföldun regluverks til þess að við getum náð að búa til grænt eldsneyti og græna orku því að heiminum liggur á þegar kemur að því og við erum búin að vinna þétt að því mjög lengi sem kemur aðeins inn og eftir. Annað sem er mjög mikilvægt og það er það að við erum búin að sundugreina og í allri þessari vinnu hvað er rauninni auðveldast að gera og leggja áherslu að gera það sem er einfaldast og hagkvæmast að gera. Sumt, þetta er hérna kvarði, það sem er númer 10, það er rauninni, getur sagt, einfaldast og ódýrast, en það sem er 1, það er það sem er svona lengra í. Og þá erum við auðvitað að leggja áherslu á það sem er auðvelt fyrir okkur að gera og verður minnstu byrðarnar í tengslu við það. Þarna er nefnt rafvæðing, léttra ökutækja og orkuskipti véla og tækja. Og síðan fer þetta niður, ég ætla nú ekki að lesa þetta allt saman upp. Og aftur, grunnurinn hins vegar til þess að ná því sem er neðar, sem einhvern tíma verður hærra þegar tæknin er komin, að það er með hugviti, það er með nýsköpun og þar eru við með ýmis tæki og sjóði og annað slíkt sem að hjálpa okkur við það að ná þeim markmiðum og þá er náttúrulega ekki síst í okkar samstarfi, erlendar samstarfi og sérstaklega á vettvangi EES að þar hafi íslensk fyrirtæki og íslenskir aðilar aðgang að mjög öflugu sjóða og styrktarkerfi. En samfélagslosun, það sem við þurfum að hafa sérstaklega augun á, hún er hérna og hérna er staðan eins og hún er 2022. Það sem er einfaldast í þessu á nokkuð svafa, það eru ökutæki og innviðir og við erum með augun á því að vegna þess að það kom nú svolítið hyggst, getum við sagt, þegar kom að rafvæðingu bílaflotans þó að margt hafi jákvætt gerst að því leytinu til að stóri bílar geta núna verið á rafmagni og það hefur reynst vel á Íslandi, þeir sem hafa verið með stóra rafbíla, að þá er eitt af því sem við erum að framkvæma núna að það er að rétta af þegar kemur að hlunnindi fyrir starfsmenn sem eru með bíla, að gera þeim auðveldara fyrir að fara á rafbíla og við erum með mjög augun á því með geiranum að hjálpa til við þau orkuskipti sem að við höfum verið meðal fremstu þjóða í og ætlum að vera áfram. En síðan er þetta skip og hafnir, úrgangsstjórnun, orkuvinnsla, smærri iðnaður, efnanotkun og landbúnaður. Það gengur vel hjá efnanotkunni. Þegar kemur á orkuvinnslunni, þá þurfum við að gæta mjög okkar hagsmuna vegna þess að við erum með þessa sérstöðu að vera með jarðvarmavinnslu sem er lítið þekkt í Evrópu til dæmis og þannig að þeir kunna ekki jarðvarma, kunna ekki hitaveitu og við þurfum að halda okkar hagsmunum þar vel á lofti til þess að það sé inn í öllum áætlum og bókhaldskerfum og öðru slíku. En aftur að ESR sem við þurfum að mestu augun á að við nálgumst þetta þannig, þetta er nálgast þannig að gera það raunsætt, setja inn hluti sem eru eins mælanlegir eins og getur orðir og með við þessar bestu mögulegur upplýsingar þá er staðan núna svo að við eigum að geta náð 35 til 45% samdrætti með við 2005 en þá þurfa menn að vera mjög með augun og boltanum og við megum ekki misstígur okkur í neinu því það að við séum eitthvað að missa sjónar á því að reyna á 55% sem er í stjórnarsáttmálum þó að það sé ekki skuldbindingin minni, nei það er það ekki en menn setja ekki hér niður á blaðinu innan hluti nema það sé eins og staðan er núna, raunsætt núna en á sama tíma þá ætlum við að halda áfram að vera í fremstu röð og reyna að ná öllum þeim markmiðum sem við setjum okkur þó að það sé meira heldur en skuldbindingarnar en núna erum við komið tæki til að vinna með það og aftur þetta var og verður, eða allavega og verður lifandi plagg og vonandi koma góðar ábendingar í samráðinu en síðan mun þetta breytast á hverju ári þangað til að við erum búin að ná kolefnishlutleysi. Nú síðan bara hérna hvernig þetta lítur út, það er samfélagslosun 2005 og svo 2022.
með við núverandi þróun hvað sýnt þarna samdrátturinn og sömuleiðis aðgerðina sem búin að meta og síðan viðbótaraðgerðir sem við getum farið í til að ná í 45% samdráttinn. En aftur, þetta lifandi og gott tæki til þess að ná þessum markmiðum. Ég nefndi hérna sérstaklega vegna þess að það gegnumgangandi hjá okkur eins og öllum öðrum. Þess vegna erum við búin að vera að vinna í því núna í 2 ár að fara í gegnum alla ferla þegar kemur að leyfisveitingum og öðru slíku, bæði hér innan ráðuneytisins með Orkustofnun og Umhverfisstofnun og sömuleiðis með ráðgjöf frá Intenta að vinna því að einfalda og stytta vinnslutíma, leið og tryggja gæði og gagnsæi. Það er útgangspunktur og gríðarlega mikilvægt og þarna fáum við líka aðstoð frá samstarfinu okkar innan EES því að allar þær reglugerðir sem að koma núna og tilskipun á þessu sviði miða því að einfalda og gera skilvirkari leyfisveitingaferla. En síðan það náttúrulega þannig og það bara að segjast að okkur tekist alveg einstaklega vel til að flækja einfalda hluti og bara þegar við erum að skoða til dæmis það hvernig hvað mörg lög bara þegar menn ætla að fara í græna orkuvinnslu að þá þetta 23 lög lagabálkar. Það slatti. Og ég held að ef við varum að byrja núna í dag að gera þetta þá myndi engum, ef náttúrulega engin hugmyndaflug að gera þetta eins flókið og eins og þetta núna, enda þjónar það engum hagsmunum. Og aftur eins og ætlum við ekkert að gefa neitt afslátt af því sem við viljum vernda, en þetta bara nákvæmlega sama og Guterres segir bara í hver skipti sem hann nokkurn veginn opnar munnin. Hann segir að heimurinn við verðum að einfalda og gera skilvirkari ferla ef við ætlum að ná okkar markmiðum. Síðan bara svo í lokin, þverlægar aðgerðir, þær eru gríðarlega mikilvægar og þær ganga yfir allt. Það þessi fjárhagslegu hvata til nýsköpun og aukins til að ná gegn nýsköpun, aukin samdrátt og bindingu og innviðauppbyggingin sem við þekkjum, sem gengur sem betur vel og það er gaman að sjá kraftinn til dæmis í hleðslustöðum, víðsvegar landið, nú fjárfestingar í hreinorkutækjum. Það er það bæði að vera ívilnanir fyrir almenning og fyrirtæki en sömuleiðis að þá eru ríkið og sveitarfélög ganga undan með góðu fordæmi og það algjört upplegið því. Síðan eftir með samfélagslega hvata, hugarfarsbreyting náttúrulega gríðarlega stórt mál, það bara viðþorf og það sem þegar maður fylgist með það sem vel hefur gert, þá ekki síst vegna þess að það eru aðilar í þjóðfélaginu, frumkvöðlar eins og við áttum hér áður þegar við fórum í hitaveituvæðingu og vorum að byggja bændavirkjanir, bara fólk sem með mikið metnað og setur hlutina af stað og síðan samfélagsþróun og réttlátt umskipti eins og ég nefndi. En þetta svona stutt og hægt að fara í gegnum þó að ég vona ekki vera of langorður en ég hef gaman að tala um þetta. En ég vona að menn eru með einhverja svona sýn á það hvernig þetta virkar og hvernig þetta lítur út. En ef þið eru ekki með það, þá bara ekkert annað að gera heldur en að fara á co2.is og ég hvet ykkur öll til að gera það því að það mjög mikilvægt að allir séu meðvitaðir hvert upplegg og ekki síður þá viljum við fá ábendingar og viðbrögð. En ég ætla ekki vera með neitt meira í bili en bið Bjarkey að koma. Takk. Já, forsætisráðherra og umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra, menningar- og viðskiptaráðherra og ágætu tilheyrendur. Ég ætla aðeins að rúlla hérna í gegnum það sem að snýra matvælaráðuneytinu og birtast hér í uppfærðri aðgerðaráætlun í loftslagsmálum. Fyrir landbúnaðinn eru skilgreindar 14 tillögur með aðgerðum. Það áætlað að 6 aðgerðir leiði til samdráttar í losun til ársins 2030 sem að svara í kringum 50.000 tonnum af CO2-ígildum ofan á núverandi þróun og sögulega losun. Helstu aðgerðirnar eru rannsókn og losun vegna íslensk landbúnaðar. Markmið að bæta upplýsingar losun vegna landbúnaðar og mögulega endurskoða þá stuðla sem að notaðir eru til að reikna losun vegna landbúnaðar. Dæmi þetta eru til dæmis rannsóknir á metanlosun íslenskra gripa og losun vegna geymslu búfjárafurða. Þá innleiða hvata til aukinna framleiði, einkum í sauðfjárrækt og nautgriparækt.
reiknað með að þessi hvatar taki einhver mið af árangri af aðgerðum bænda. Og síðan á að skoða hvort að hefja megi notkun á íblöndunarefnum í fóður til að draga úr títtnefndri metanlosun. Það er gert ráð fyrir stuðningi til að bæta nýtingu áburðar, svo sem með betri tækni, jarðvegs, efnagreiningum og kölkun túna þar sem þess er þörf. Einnig að stuðla að aukinni notkun lífræns áburðar, meðal annars með því að til verði skýrar gæðakröfur vegna lífræns áburðar í fóður og matvælaframleiðslu. Ráðuneyti og bændasamtökin eru í samstarfi að vinna sameiginlega að útfærslu aðgerða sem ég tel að sé afskaplega mikilvægt og er byggt á þeirri reynslu og þekkingu sem að byggst hefur upp í kringum verkefnið loftslagsvænn landbúnaður. Og ég tel það mikilvægt til framtíðar að við byggjum undir fjölbreytta ræktun og bætum landnýtingu sem að leiði með næsta lyf, þar að segja LULUCF. Þar eru samtals 17 loftslagsaðgerðir og stuðningsverkefni skilgreind vegna landnotkunar og þar er mesta losun vegna landnotkunar frá framræstum mýrum og öðru votlendi. En svo erum við með bindingu í skógrækt og með uppgræðslu land sem hefur aukist síðustu ár og eru gríðarleg tækifæri þar til sóknar og ég held að við verðum að gefa dálítið í þeim efnum. Það er mikil áhersla á að bæta gögn losun og bindingu vegna landnotkunar, ekki síst í ljósi þeirra krafna sem að settar eru í ESB og fyrir sig að þær reglur geti falið í sér verulegar áskoranir fyrir Ísland, bæði vegna kröfum samdrátt í losun frá landi, en einnig vegna aukina og breyttra krafna gæði gagna sem að liggja til grundvallar fyrir mati á losun á gróðurhúsalofttegundum og bindingu kolefnis. Og það er gert ráð fyrir ákveðnum áföngum þarna, annars vegar fyrir árið 2026 og svo árið 2030. Og við vitum það að skilvirkasta leiðin til að draga úr losun frá landi er að endurheimta votlendi og í því ljósi er mikil áhersla á slíkar aðgerðir, bæði í einkalöndum og jörðum í eigu ríkisins. Og ég hyggst í því samhengi leggja fram þingsályktun átak í endurheimt votlendis á ríkisjörðum á næsta þingi. Við þurfum líka að ýta undir einkafjármögnun landnotkunaraðgerða og það er gert ráð fyrir að verði mótuð aðferðarfræði við endurheimt votlendis og þurrlendis vistkerfa sem að uppfylla verklag og staðla til að hægt sé að skrá kolefnisbindingu svæðana sem vottaðar verða þá hágæðis kolefniseiningar. Þetta hefur þegar verið gert fyrir skógræktina með þróun skógarkolefnis sem er kröfusett fyrir framleiðslu vottaðra kolefniseininga í skógrækt. Það er lögð áherslu á hlutverk sveitarfélaga eins og kom hér fram hjá ráðherra við að móta skýrar áherslur hvernig megi vernda kolefnisrík vistkerfi, draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og auka bindingu kolefnis með skipulagsgerð. Þetta er í góðu samræmi við nýsamþykkta landsskipulagsstefnu. Að sama skapi er lagt til að greina betur veikleika í núverandi regluverki og framfylgt þess verndun votlendis og annarra vistkerfa. Dæmi þetta eru ákvæði náttúruverndarlaga sérstaka vernd óraskas votlendis yfir 2 hekturum að stærð gegn raski sem allt bendir til að ekki sé fylgt eftir. Og áfram er gert ráð fyrir að ríkið styðji einkaaðila við ræktun nytjaskóga og endurheimt vistkerfa en unnið er að endurskoðun þessa stuðnings. Fyrir haftengda starfsemi eru skilgreindar 13 tillögur með aðgerðum. Þær tengjast margar hverjar eðli máls samkvæmt haftengdri starfsemi sem að fellur undir málaflokka matvælaráðuneytisins og þar er undir sjávarútvörun og lagareldi. Aðgerðir sem eru á ábyrgð ráðuneytisins eru að meta árangur hvata til dæmis í strandveiðikerfinu fyrir hreinorkubáta, efling hafrannsókna og vöktun helstu nytjastofna í hafi til að tryggja eins og kostur er gott ástand þeirra og þar með að lágmarka orkunotkun við veiðar. Og matvælaráðuneyti hefur verið í forystu mótun aðgerða fyrir sína málaflokka og unnið er að mörgum þessara aðgerða nú þegar. Það er hins vegar eðlilegt að aðgerðirnar þróist og útfærsla þeirra breytist eitthvað þegar að samtal þær hefst eins og ráðherrann kom hér inn á. Og það er bara alveg ljóst að árangur í loftslagsmálum í landbúnaði verður ekki nokkur ef að bændurnir taka ekki þátt í þeim með okkur, en við erum til í að leiða þá vegferð í nánu samstarfi við alla helstu hagsmunaaðila. Loftslagsmálin eru forgangsmál í samtíma samfélagi. Þau þurfa að byggja á markvissum aðgerðum í takti við alþjóðlegar skuldbindingar og markmið okkar sem þjóðar. Hreina vatnið og hreina loftið sem við erum svo lánsöm að eiga hér á Íslandi eru gjafir sem okkur ber að varðveita fyrir komandi kynslóðir. Og þær aðgerðir sem að hér hafa verið kynntar í dag eru liðir í því. Takk.
Forsætisráðherra, ráðherrar og aðri góði gestir. Ég vil nú byrja á því að óska okkur öllum til hamingju með nýja aðgerðaáætlun. Hún er mjög metnaðarfull og greinilegt að hér er búið að vanda verulega alla vinnu og fyrir það ber að þakka. Nú er það svo að ég er með það skemmtilega hlutverk að vera menningar- og ferðamálaráðherra og það er heilmikið sem kemur sem tengist ferðaþjónustunni, þar sem ferðaþjónustan er með talsvert mikið af losun í tengslum við bílaleigubíla og annað slíkt og þess vegna falla 2 aðgerðir undir ráðuneytið sem ég ber ábyrgð á. Það er annars vegar svo að það verður gerð stigvaxandi krafa að hlutfall hrein orku ökutækja hjá ökutækjaleigunum að það aukist verulega og það er gert ráð fyrir því að í lok árs 2025 skulu nýskráð ökutækjaflokkunum M1 og N1, ekki alveg spyrjum að samt út í þessa flokka nákvæmlega hvað er þýða, en þetta er sem sagt á að vera komið í hlutfallið 30% í lok árs 2026, þá á þetta að vera 45% og 27 70%. Og þetta er auðvitað mjög metnaðarfullt en skiptir auðvitað höfuðmáli vegna þess að það eru auðvitað mikil losun sem kemur nákvæmlega frá bílaleigunum og helmingur allra nýskráðra bíla eru akkurat í þessu flokki. Þannig að það skiptir miklu máli að þetta takist og til þess að styðja enn frekar við þessa aðgerð að þá er önnur aðgerð sem snýr að því að markaðssetja hrein orkubíla fyrir ferðamönnum og það verður sérstök svona markaðsherferð sem við förum á stað með. Og ég vil bara ítreka það að við auðvitað reiðum okkur í dag mikið á ferðaþjónustu í kringum 33% af öllum gjaldeyristekjunum okkar koma frá ferðaþjónustu og við erum núna með fyrir þinginu nýja stefnu, ferðaþjónustustefnu til ársins 2030 og meginstefið í þessari stefnu er sjálfbær þróun. Við erum ekki að leggja endilega áherslu á það að hér komi sem flestir, heldur að þeir skilji eftir sig frekar ákveðin, skilji eftir sig frekar svona, já, ég segi ekki arð en þeir skilji eftir sig svona ágætistekjur og en ekki endilega að við séum að einblína á magnið. Og það er mjög mikilvægt að þegar við erum að einblína á ferðaþjónustuna að við kynnum Ísland sem hreint land og þá eru þetta bílaleigunar algjör lykill að því að fólk átti sig á því hvernig sé hægt að ná þessum metnaðarfullu markmiðum sem við höfum. Það er nú kannski ekki fleira sem mitt ráðuneyti ber ábyrgð á en við verðum hér að sjálfsögðu til svara fyrir þær spurningar sem þið hafið. En kærar þakkir. Góðir gestir og góðir áhorfendur, við þökkum fyrir magnaða kynningu hér á þessari metnaðarfullu áætlun og svo var farið aðeins á dýptina í einstaka málaflokkum. Nú er aðgerðaáætlunin með þessum 150 aðgerðum komin í samráðsgátt og hugmyndin er sú að gefa tækifæri til þess að koma á framfæri ábendingum og athugasemdum og við vonumst til þess að allir geirar í samfélaginu og almenningur eftir atvikum grípi tækifærið. Þetta er gagnsæ opin stjórnsýsla sem á að leggja grunn að vandaðri áætlun þegar að verkinu er lokið. Takk ykkur fyrir í dag. Ráðherrann verður hér áfram til svara og mun ekki spyrja menningarráðherrann N1 var það ekki Nei, þetta var nú svona léttgrín í lokin. Takk fyrir í dag.